You got yourself, got yourself. Yo, I'm living in this time behind. Velkomnir hérna á miðvikudegi. Það eru óvæntir gestir. Sumir held að þú myndir aldrei aftur mæta, Gunnar Bjartur. Já, sumir held að ég væri bara hættur og retired. En maður hefur nú bara ekki fengið boðið lengi og maður er ekki kannski orðnir þreyttir á þessu álftanistali. En þú ert sestur fyrir neðan Myntkaup-Arena-merkið þar sem að þú ert heima. Já, heldur betur og ég hef reyndar mikið verið inn á Myntkaupi núna þar sem að Bitcoin er underpriced. Já. Ekki ég, en ég er á leiðinni þangað. Bobo, langt síðan þú hefur komið. Þú vildi fyrst tryggja liðið í playoffs. Já. Það er komið. Það kom síðast að mynda á Álftanesi. Til hamingju með það. Takk fyrir. Var ekki einhver hiti í stúkunni á Álftanesi? Jú, það voru einhverjir 2 bílasalar að skiptast á orðum. Bílasalar, eru það ekki einhverjir mestir svona hot head gæjar í bransanum með það? Ekki bílasalinn í Breiðholtinu. Já, nei, ég svo sem var ekkert var við þetta, sko. Þetta er svo sem bara þekkt á Álftanesinu. Það er svona aðeins meira harka en gengur og gerist í stúkunni. Og ég meina að það er eitthvað smá svona bílasalari ruldi ef við nú séð það svartara. Já. Hvað ég horfði aðeins á þennan leik, Bobo. Sko, nú er alltaf stemning í ykkur, Ghetto, en sko, af myndum að dæma, þá er mætingin ekkert eitthvað spes. Er ég að ruglast? Nei, það er búið að vera helvítið döp stemning, en nú fer hún að koma. Eru menn að bíða til playoffs? Já, held ég. Sko, ef að Einar zoomar hérna inn á myndina sem ég fekk hérna gefins, þá er þetta einhver nettasti bólu sem ég hef fengið. Þarna eru menn að kafa djúpt. Já, þetta er mango chutney. Þetta er kóngurinn. Sem pakkaði saman David Okeke í seinast. Já, og pakkaði mig líka saman því hann var lengi vel á Yugo Airport listanum. Er hann farinn? Á honum? Farin á honum. Listin svona expired í lok janúar og þeir sem að héngu inni einhvern veginn, þeir fá að, þú veist, þeir unnu mig. Hann er búinn að vaxa á. Já, og frákast það samt agalega illa maður. Já. Já, eftir að lækka launa sem helming, þá var hann búinn að vera í toppmálum. Gerðu þið það? Nei. Var það ekki bara Hann segir annað. einhvern veginn eftir að sko Sarko Júkic verkamaður breyttist í sko Shooter Mate Kavas, þá einhvern veginn losnaði þess meira chutneyin eða? Já, og bara Var svo sem alveg góður fyrir það? Já, en ég held að þurfi bara ekki að frákasta eitthvað, skilur við. Nei. Klónara sér það, Já, Kava sér segur í. Já. Þeir eigið ekki Mate Kavas svolítið inni samt eða? Nei, Ekki? hann er búinn að vera frábær. Nei, það hefur hann ekki verið. Kannski síðasta leik. Og það senast. Ég veit það ekki. Það hefur ekkert farið rosa mikið fyrir honum. Já, jú, hann var góður á okkur. Það var svona fyrsta sinni í þessum leik sem mér fannst hann einmitt vera bara smá svona hann er að koma sér í stellingar fyrir playoffs. Mati Kavas gegn Ía, 23 stig. 6 af 11 þristum. Var það næsti leikur? 8 fráköst. Það síðasti leikur. Já, 2 góði leikir. Já, Hann var lélegur í fyrsta leik og svo síðan þá hefur hann verið, held ég, bara segur. Eða bara góður. Já, hann var lélegur á móti Þórðarlösöp. Já, ég skal bara taka þetta tilbaka. Hann er bara ágætis stígandi í Kavasnum. Já, og ef hann og Klónaras verða góðir í playoffs, þá getið þið jafnvel gert eitthvað. Já, sammála því. Sko, ég nenni ekki að ræða Álftanes en eina ferðina mikið meira Gunnar Bjartur við þig. En ég ætla bara að vinda mér strax í bara hvernig deildin lítur út núna. Þannig að hendum bara fyrstu mynd upp á vegg. Sko, ég vil að byrja á fallbaráttunni, strákar. Grindjánar eru deildarmeistarar og við ræðum aðeins hvernig playoffs getur litið út og hvaða leikir eru eftir og eitthvað svona. En er ekki fallbaráttan bara svolítið svona ráðin, sko? Ef við bara förum ef þú scrollar aðeins neðar í skjalinu, Einar, þá sjáum við bara hvaða leikir eru eftir. Og sko, það er þessi Skaginn á móti Ármann leikur hérna í síðustu umferð. Gefum okkur bara falliðin, þessi bottom 3 lið tapi í næstu umferð. Þá er þarna síðasta umferðin, þar sem að Ía og Ármann mætast. Ármenningar eiga 19 plus
á Skagan. Í engum heimi eru þeir að fara að taka 20 stiga sigur á móti Ármenningum. Sammála því? Já, bara ég get ekki neitt, sko. Þeir eru bara fallnir. Skaginn. Skaginn eru eiginlega fallnir. Já, þeir eru það eiginlega. Þeir eru bara búin að vera umurlegir. En sko, er til svo heimur að Skaginn mæti í Garðabæ og vinni? Nei. Það er ekki Stjarnan bara verið einhver sögulega ekki að nenna þessu sem að þeir, þú veist, ef það er eitthvað með Stjörnuna þá mæta þeir nú alltaf til leiks, sko. Já, mér finnst það heldur ólíklegt. Ég held að þeir séu svo gott sem fallnir. Já. Það er bara spurning með hinn-tvöliðin. Mér finnst bara það mikil andi einhvern veginn í Ármann þessa dagana, sko, ég sé þá, sko, líklegast að ég haldi sér uppi. Mér finnst Þór bara með hennan kana sinna að taka 30 skot og get ekki neitt, ekkert rosalega spennandi, sko. Sko, Þór Þorlákshöfn, ef að þeir vinna báða sína leiki og þá gætu þeir eitthvað sleppt í að pæla í innbyrðis, en Þór Þorlákshöfn, þeir standa mjög illa í innbyrðis. Já. Þeir eru, sko, -30 gagnvart Ármenningum, sko. Já. Sem er rosalegt, sko. Söpuðu náttúrulega illa í höllinu fyrir þeim og þeir hafa svolítið verið að vinna, kannski, þeir eru búin að vinna hvað Stjörnuna, einhverjum svona leiki í Þór, sko. Og kannski ekki liðin í kringu sig, sko. Sko, Ármann er líka bara búið að vinna það á tvisvar, þannig að þetta skiptir í raun ekki máli þetta pluss mínus þarna held ég. Ég held að Þór verið fallnir fyrir senstefleik. Ég held að Ármann vinni Grindavík. Sko, heldur að Ármann vinni Grindavík? Já, það eru 2 í Grindavík sem eru alveg til að horfa á Þórsara að falla. Já. Hvílast þið svolítið? Eru 2 í Grindavík sem eru til í að horfa á Þorlákshöfn falla? Já. Hver eru það? Jordan Sembúl og Kane? Nei, Raggi Braga. Af hverju ætti Raggi Braga? Af hverju ætti Raggi Braga að vilja Þór Ég veit það ekki. Nei, ok. Nei. Fór hann eitthvað ítluð þarna þá? Nei, ég er að grínast. Ég ætla bara að fá hita á Ragga í heimabænum. Já, þetta er svona eins og þessi sögulína sem Matti reyndi að setja upp daginn með Keyshawn Woods og Jaka Brodnik. Þetta var svona helvíti langsótt. Sú sögulína, þeir eru að keppa á morgun og það er alltaf líkur á því að Jaka Brodnik sé að fara að kýla niður andlið. Það var í sigur fyrir því. Ég stíg undir hann. Hérna, sko, það sem að, þú veist, ég væri samt alveg típist fyrir minn mann Lalla Jóns. Það er að vinna red hot, Njarðvíkinga á heimavöll. Þú veist, Njarðvík eru ennþá fámennir þó þeir séu búin að vera Þeir eru búin að overperforma. lights out síðustu 2 leiki, sko. Sérstaklega í síðasta leik náttúrulega. Það er samt típist einhvern veginn að Þórsarar vinni þennan leik og þá erum við komnir í það, sko, ef Ármann vinnur ekki, að það eru 3 lið með 5 sigra þegar við förum inn í síðustu umferð. Já, þetta er líka í Þorlákshöfni. En þá erum við komnir í það Sko, að Þorlákshöfn þarf að vinna aftur, sko. Vegna þess að þeir eru alltaf með tapað innbyrðis á móti Ármenningum. Þannig að þú ert í raun að segja að þeir þurfu eiginlega að vinna báða leikina. Já, þú veist, Þeir eru fallnir ef að Ármann vinnur annan leikinn og Þór vinnur. Já, Þorlákshöfn þarf, ef að Þórsarar vinnur bara einn leik, ekki báða, þá verða þeir að treysta á það Ármann tapir að bara. Akranes vinni Ármann. Sko ég reyndar held að það geti alveg gerst, en þá verða þeir reyndar líklega fallnir, sko, í að sem er þreytt. Já. En þú veist, það er alveg viktandi í þessu í-liði. Mér finnst þeir alveg geta búlið Ármann undir körfunni, sko. Já, það Það losnar líka lið þegar þeir eru fallin. Já, vissulega. Þá keppa ekki upp á neitt og geta unnið alla, sko. Ok, Lalli Jón segir eftir síðasta leikstrákar að þetta er ekki búið. Það eru 2 leikir eftir, eitthvað svona. Ok, sko, það sem að þarf að gerast, það eru 2 scenaríó hvernig þeir geta bjargað sér. Já. Annað, þú veist, og í öllum heimum verða þeir raun og vera að vinna Njarðvík, sko. Þannig að þeir vinna Njarðvík og Ármenningar hérna og Skaginn tapa leikjunum sínum í umferðinni. Sem að svo sem, þú veist, er alveg líklegast og að þú segir að Ármann eigi breyka mútið Grindavík og eitthvað. Ég ætla svona að segja Grindavík og Stjarnan klári hérna þessi lið. Já. Ok, þá erum við að fara inn í lokaumferðina, öll jöfn á stigum. Ok. Þar þurfa Þórsarar aftur að vinna. Já. Þar þurfa þeir að vinna áhugalausa Grindjána. Vonast þetta því að þeir mæti bara eitthvað deildarmeistara þunnir. Og þeir verða líka að vona það að Skaginn vinni þá Ármann
þá ertu með 2 lið, bæði með 6 sigra og Þósarar eiga innbyrðis á móti Skaganum. En þetta í Grindavík og Grindavík að fara að lyfta upp deildarmeistara til þannig. Þeir verða alveg hæpaðir, sko. Sko, ef við bara setjum allt annað til hliðar, bara hvernig Skaginn á séns á móti Ármanni og hvort að þau 2 lið vinni á morgun og hinn og eitthvað svona. Til sá heimur einhvern veginn að the greatest escape Þósarar vinni á heimavelli á morgun myndi Njarðvík, ok, gæti gerst, og svo fara þeir til Grindavíkur viku seinna og vinni þar líka. Bara miðað við bara hvað þeir hafa sýnt í síðustu leikjum með það. Já, það er alveg til svo heimur að því að þeir eru lokt í fyrsta sætunni, sko. En helviti langsótt. En Rúnar Inga langar líka bara í playoffs og jafnvel upp fyrir IR, förum við það eftir. Þú veist, mér finnst þetta helvíti ólíklegt, sko. En þú veist, já, ég meina, ég veit það ekki, við höfum alveg séð ótrúlegur hluti gerast, sko, en þú veist, þetta er samt. Höfum við séð ótrúlegri hluti gerast? Nefndu mér einn. Sporting Lissabon að vinna Bodø Glimt 5-0 í gær. Já, það er ekki ótrúlegra. Það var mjög ótrúlegt. Mér finnst ótrúlega að byrja tímabilið fyrra 0-6 og enda í 7. sæti. Þetta tala um IR, eða? Já. Mér finnst það ekki ótrúlegra. Ekki? Nei. Finnst þér það ótrúlegra heldur en Að vinna 2 seinustu leikina? heldur en að Þólasöfn sem hafa litið út fyrir að vera lélegt fyrstu deildarlið síðustu 2 leiki vinni allt einu deildarmeistarana og Njarðvík sem eru búin að vinna 2 í röð Já. og Skaginn vinni Ármann. Ég held að Nei, Þósarar nei, þurfi nei. bara að fara að ræða við íslensku leikmennina hverju ætla að vera með í fyrstu deild og athuga hvort að Lalli hafi áhuga á því að þjálfa í fyrstu deild og ef ekki hann þá hver tekur við, sko. Já, svo var Bara undirbúa sig bara fyrir útileika móti uppsveitum sem eru að koma upp úr annarri deild, sko. Eru þeir að koma upp? Ég er búin að það, Florian, minn Svo maður. var, já. Ykkar maður. Laugdalir? Já. Laugdalir. Nei, Það var uppsveitir, auðvitað Laugdalir, ég kalla það uppsveitir. Það var auðvitað umtala á sín tíma þegar Álftanir slónast út milljaralið Tindastóls í úrslitakeppninni. Það var svona Næstu því. Það var næstum því ótrúlegt. Það var Það voru næstum því flautaðir ótrúlegt. og leika á króknum. Og ég ætlaði að hlífa þér við Álftanisumræðu, en þú ert að tróða henni inn. Þannig að við... Nei, ég þurfti bara að minnast á þetta fyrst. Það er í raun hægt að tala um ótrúlega hluti að Álftanis sé ekki að komast í playoffs. Ég meina, við erum að tala um Það er alveg rétt. Ég meina, það eru 2 leikir eftir og það er ekki í höndum Álftanesinga að komast í playoffs. Njarðvíkingar eru komnir fram fyrir þá með snjól við byrjunarliðinu. Álftanes fer ekki í play-offs. Snjólfur er náttúrulega ekki í byrjanliðinu en Í mínum huga er hann ekki í byrjunarliðinu. Ok. Já, ég Það er ótrúlegra. Hvað? Að Njarðvík sé að fyrir úrslitakeppninni ekki við? Hvað eru 5 ótrúlegustu hlutirnir í veturstrákar? Hvað er bara svona sjokking þetta sísonið? Er það bara, þú veist, að Grindavík séu, þú veist, deildarmeistarar, þú veist, er sjokking að Nei. Ármenningar séu að halda sér uppi? Er það ekki bara topp Jó, 5 það er sjokking? sjokking, það er sjokking. Ég meina, þeir pikk upp Sarko Júkic af götunni þegar þeir spörkuðu hann. Þeir pikk upp Brandon Averett á götunni þegar honum er sparkað. Þú veist, þeir eru með Daniel Love sem er að vinna einhvers staðar í mötuneyti með körfubolta. Þeir fá Ingvar Guðmunds úr retirement, sko, Þetta er bara fárálega vel 5 gert. árum seinna. Já, þetta er magna afrek hjá Ármann, það verður bara að segjast. Er það ekki the most shocking Jú. of the season? Jú. Og Og að Þórsarar sé á leið niður. Já, það voru bara svo á mörg. móti, einmitt. Já. Gott bettið þarna, sísungbettið þitt. Haltu kjæfti. Já, ég... Þórsarar en leiðin í play-offs. Ég þetta Ármannsdæmi, það voru bara svo mörg spurningamerki fyrir tímabil, þú veist. Getur Daniel Love, þú veist, sýnt að hann geti þú veist, hann hafði ekkert verið spes í deildinni fyrir. Nei, að hann skiptir máli í Júrosteld. Já, bara hann skipti einhverju máli. Já. Núna á hann sjálfs bara á næsta samning í Júrosteld. Hver? Ég myndi segja það. Já, með Ármanni kannski. Nei, sko, Hver? Daniel Love. Heldur að sé einhver lið fyrir ofan Ármann sem Hann eru er bara að skora. eitthvað... Hann er búinn að spila fárálega vel. Hann er að spila ógeðslega góður. Heldur að einhver sé núna bara, herra, það var ekki svolítið sniðugt að sækja þennan sem einn af 4 útlendingum í 8. sæti og upp. Akkur ekki. Igor Maric Budgetlega séð, sko. og Lazar Með Nikolic einhvern- og, þú veist, það er til fullt af svona bara útlendingum í deildinni, sko. Já, ég held að það sé ekki enginn að fara að pikka hann upp. Ég held að hann sé bara fullkominn í liði sem er fighting for their lives. Ok, allavega, hann var spurningamerki og þú veist, Bragi Guðmunds, hvort að hann geti borið lið á herðum sér var spurningamerki. Þú veist, það var mjög margt. Þannig að Bragi Guðmunds er náttúrulega bara klárlega MVP fyrir mér. Ég hef búin að sofa á þessu svolítið og ég hef búin að vera með listana hérna í síðustu umferð, eitthvað svona Ægir og Orri og Kári og eitthvað.
Tóti Turbo. Já, er hann ekki búinn að vera bestur? Settu alla gaurana sem Í eru þarna í Ármannsliðið. þessum liðum í Ármannsliðið Þeir myndi ekki delivera eins. og Bragi þú veist, bara bara er svo búinn að mikill vera bara motherfucker. hetja í vetur, sko. Það er alveg auðvelt að segja þetta, ég meina, settu Braga í KR-liðið, skilur, og í staðan fyrir Tóta. Ég er ekki að segja að ég myndi treyta fyrir hann sem KR, en ég er bara að segja að hann haldi þessu Ármanns bara batteríu uppi. Hann er búinn að vera geggjaður. Þetta öll kana fokkupin þeirra í byrjun og Skiptum bossmann. Já, og bara einhvern veginn allt rugglið og rustið sem var í gangi kringum þetta dæmi. Og það, hann hafi ekki sko ákveð að flýja sökkandi skip sko. Já. Það var á sín tíma sko. Ég jarðaði nú hann og stjórnuna þegar ég held að hann væri á leiðinni þangað. Já. Og ég meina, Daginn áður en að Hilmar Hennings Varst þú búinn ákvað að að koma biðjast heim. afsökunar? Ég mun aldrei biðjast afsökunar en einu sem ég geri. Þetta var líka bara að fara að gerast, en svo kemur Hilmar Hennings heim, þannig að þá bara obviously eru þeir ekki að fara að bæta við Braga. Já, hann var ekki líka umræða að Keflavík var eftir honum og... Það var ekki umræða hér. Nei. Allavega. það var í eitruðu tjaldgrúpunum hjá þér. Já. En sko, En getum við samt, skilja, eins og Ármann og Ía, er þetta low budget lið? ekki Ía. Nei, ég er það ekki. En Ármann er búinn að skipta út hvað, 3 sessunum kanna? Ég sko, Ármann eru samt með Dólesi og Daniel Lof á sko fyrstudildarsamningum sko. Nei, það. Já, Ég er ekkert vissum að Dólasæði sé á endilega fyrstu til. ég veit hvað hann er með laun. Hann er ódýrari heldur en vikulaunin hjá OKK. Mati. Bara fakt! Nei, það er ekki fakt. Þú getur ekki verið að fara með svona í loftu. Að 2 vikna laun OKK. Nei. Jú, Er hann á 3.000 evrur þá? hann er með minna. Þá er þetta vikulögn hjá OKG. Við vitum báðu hvað OKG er að fá, sko. Nei, Ég er bara að segja þér að, já, hérna, og við vitum að Sarko Júkic, Daniel Lof, Dólesæ, þetta eru ekki tölur sem að þið Álftnesingar til dæmis myndið vera að skoða. Ég er bara að Er sverða. þetta ekki bara svipa Ég er ekkert með bandir, þetta eru 3 fyrstudeildarsamningar. Ok, Dólesæ mögulega aðeins meira og ég get lofað því að Rekin Brandon Avarett, Já. hann segir ekki bara 3 dögum fyrir gluggalok, bara show me the money, sko. Já, ok, ég samt sænskur meistari Daniel Love sko segir hold my beer. Þú ert að grínast. Daniel Lof er að vinna með körbáta. er að halda með sínu. Nei, þú veist, það er bara, hvað minnur? Daniel Lof er á fyrstudeildarsamning. Ég bara veit. Já, ok, hérna, ég nenni ekki að ræða samningsmál leikmanna. Ármann er mjög ódýrt lið. Ármann er Já, auðvitað. Bragi Guðmunds, er Niklas Anelka, Steinar Kaldal, hann er Sam Allardyce og svo bara kemur hár bolti fram og Splash Brothers skjóta hann, sko. Auðvitað, þetta er augljóslega ódýrasta lið í deildinni, en ég meina, þú veist. Heyrðu, setjumst líka bara niður. Þú ert formaður í þú ert formaður Álftanes. Pabbi þinn segir loksins bara, þú fara með Matti Dalma í smá business einhvers staðar, þú maður hætta þessu rugli. Já. Horfum niður í bottom 3 liðin. Já. Hvaða útlendinga myndið þú, Bóbó, vilja fá í ÍR úr bottom 4? Goiko. Já. Þú hlýtur að sammála því. Já, og ég held séu jafnvel sko Halli 3 sem við getum tekið úr skafanu sko. Morsell, Ívan og Goiko. Ég myndi aldrei vilja Morsell sem kana. Þú myndir ekki vilja stakka Morsell sem kana í Álftanes, eða? Nei, ég er að segja það. Nei, ekki. Þú ert bara formaður Álftanes. Nei, ég myndi ekki taka hann. Nei, þú myndir taka Goiko. Já, ég meina, hann er, þú veist, Ívan, ég meina, við erum alltaf bara með 3 útlíka. Ég myndi ekki slá hendur upp á móti Ívan, Þú sko. ert með 4 fyrir korteri, sko. Nei, við erum bara með 3, við erum hagsýnir í rekstri og... Oh my god. Sko, við erum ekki í væntingastjórnun á Álftanes hérna, ég þarf aftur að leiða þetta. Mér líður stundum eins og ég sé með kastljós þá, sko. Við erum að ræða hverja af þessum 12 útlendingum í þessum bottom liðum myndir þú vilja sæna hjá ÍR? Já, Goiko, ég væri til í Lanaras og ég væri, með fyrst hann allt í lagi, Georgie. Já. Myndir þú vilja fá hann í ÍR? Skilja, hann getur skotið honum, hann er hár. Ég geti alveg séð hann fyrir mér í á næstu tímabili. Új maður. Getur ekki ímyndað það? Styrður og hægur lúser sem að hættir alltaf 10 stigum undir. Ertu samt, hérna, erum við að tala góður bara móti útlíka? Ég myndi ekki vilja sjá neitt úr þessu þólasbliði í liðinu. Ekki Lanaras. Lanaras er góður. Hann er góður, Lanaras sko. er allt í lagi, já, en Það er þú ekki veist. langt síðan að varst að líka honum við, hérna, hvað heitir hann, kaninn sem að var í Þorlákshöfn? Hérna, Glenn Watson. Já.
Ég? Já, jú, þú veist að líka honum við Glyn Watson Ekki séns. og Massarelli, hann og Jacobi Ross. Heyrðu, ef að þú finnur Klippuna. klippu þar sem ég sé að Lanara sé eins og Glyn Watson, það skulle koma að bera neðan í þessum ból á Get og húlíkansleik. Svo ætlarðu bara að mæta á alla leikin í úrslitakeppninni hjá okkur. Já. Ok. Hérna, nei, ég sagði það aldrei. Það sem að ég sagði var að hann er svona eins og Massarelli. Og Glyn Watson, Já, þeir tveir ég sagði á að móti Jacobi Ross Já, og... þá var ég ekki að segja Lanara hann var ætlar Kana obviously móti Massarelli. Kana. Já. En þú veist, hann hefur samt rosa mikið já. dvínað, þessi Lanara, sko. Það er út að þessi nýji Kani er mættur. Hann Sem tekur er ekkert 28 skot í eðlilega leik. mikil eðni, sá gauður maður. Vont pick-up hjá Lalla. Nei, þú veist, já, þú ert til í að viðurkenna það. Okkur segir ekki 1 af 17, okkur segir enginn bara, gauður, hætt að skjóta. Hver á að segja það? Dabbi Kongur? Já, Hver, eða Emil Ísak Purdue, hver heldur þú, hvað sé þjálfarinn. Þjálfarinn? Hann fann hann, leiði hún svo bara að fara í frí. Nei, Hver á hérna, að skjóta frekar í þessu fokkin lið? Georgia? Allir. Lanaras. Ok. Sko, það sem að ég ætla, við ætlum að halda áfram með þetta. Þið eru búin að sæna Lanaras og Goiko. Myndirðu sæna einhvern úr Ármannsliðinu sem útlendingi í liðið? Bara þú ert á Álftanins fundi, tökum einn út í hann, tökum einn að Daniel Love og allir horfaði bara svona, really, aftur? Erum við að fara þangað? Ég meina, sem fjóra útlending. Já. Nei, ég myndi líklega ekki, ég myndi hugsa það kannski. Og ekki stóra gæjan og ekki Það eru seinustu 4 liðunum með það. þremur. Þremur. Fattbaráttulegin sem við erum bara að ræða núna. Já, ég meina, já, ég held Ég hugsaði ef að ég væri playoffslið, einn af þessum 8 liðin sem eru að fara í playoffs, eða ok, setjum 9. sætið inn, Gunnar. Já. Það verður allir að fara að tjekka á Goiko. Það er einhver að fara að tjekka á Ívan, hann er alveg segur. Já. Það er enginn að fara að tjekka á Djokovic. Ég held að sé... En Bafuto, hann er ekkert eðlilega góður. Já. Það er enginn að fara eftir gaurunum í Þorlákshöfn. Nei. Það er Lanaras er að fara í lið. Mögulega liðin sem að koma upp eða eitthvað. En ég er að tala um þessi lið sem að eiga peninga. Já. Fattarðu? Ef þú átt pening þá ferðu ekki í neitt fyrir utan Goiko. Það er tekið mitt. Já, ég er á mörkunum með Lanaras. Hvort að lið með pening myndi fara í hann eða ekki. Myndirðu fara í Goiko? Bara út af meiðslega Já, ég 100%. stór líka með og hann að drepast í hnénu sko. Hann er bara gegn. Já, ég er reyndar, Hann að drepast í hnénu sko. það er alveg ágefni og pikkar hann upp. Ég meina, það er alveg þannig. Já, þið pikkuðu nú hjartveikan mann og ég gerði það líka. Og Já. þið pikkuðu upp mann með hvítblæði líka og þið pikkuðu upp Douglas Wilson með alls konar hnévandamál. Þannig að við skulum nú ekki fara í þessar sorgarsögur. Rólegur. Tala nú ekki Hauk Helga og hans meðsli og bara Matti. hans samning. Já, við náttúrulega erum Við förum ekki að láta hnén á Goiko stoppa okkur núna. Nú gæin er skepna í deildinni. Nei, þú verður að vega og meta. Ég meina, með við hvað hann kostar, þá hugsaðu þetta, hvað þessi Kosta nefnmestli... allir sem að, nei ekki allir kannski. Ekki Sko, Douglas Wilson. Ég myndi taka Goiko á þess að blikka þó hann sé eitthvað... ég er alveg sammála, en þetta er auðvitað eitthvað sem þú myndir skoða. Það voru að taka leikmanna 8.000 eurur eða eitthvað. Að þú veist, er í lagi, myndir ekki Myndi henda honum láta smá... besta sjúkraþjálfara landsins sem að þið eru nú með. Já. Rændið honum af mér og byrjuðið að skemma ferilinn minn þar. Já, það var planið. Þá myndi ég klálega láta hann kíkja á hnén á hann. Já, ég er sammála, Valdi það er engin betri í þetta kikk en hann, sko. Nei. Hann ruled out Giga öklabrótin en svo snýr hann sig bara. Já. Það voru hans einu mistök. Já, það getur gerst. Giga var ódreiknilegu karakter. Djúvill lang væri til í hann í miðli. Nei, þú er ekki til í það. Ég væri miklu vinn. Hann er í Japan í 3. deild. 3. deild. Já. Það er bara toppmál. Þá erum við búin að klára, ein pæling hér í viðbót. Hvað ef að þið eru Ármann, þið eru búin að halda ykkur uppi, og því miður þá er Bragi Guðmunds að fara annarkvort eitthvað til Evrópu eða þá í eitthvað aðeins stærra lið, býst ég við. Þú veist, það er ekki margir Íslendingar með 20 stig sem er hægt að sækja. Þannig að þú missir hann, því miður. Já. Hverjum heldur í þessu liði? Myndið þið taka bara, þú veist, það er komið gott væp í Daniel Love og þú veist, Dolesai, allt í lagi, Sarko. Myndið þið taka alla þessa bara gaura ef þið eru Steinar Kaldal eða?
átt alltaf að reyna að halda Daniel Love. Já. Ég myndi ekkit eitthvað að berjast fyrir því að halda Marek. Ég myndi, Sarko, ég meina, kannski, hann er bara búinn að vera fínn þarna, sko, ándjóks. Já, hann er bara mjög fín. Ekki hjá IR. Hann er ekki nógu góður í hér. Það er munur á því að komast í playoffs og ætla sér að gera eitthvað í fyrstu umferði playoffs og bara rétt bjarga sér frá falli. Þetta er ekki, Sarko er bara bjarga sér frá falli stórkall og ég held að IR hafi bara gert rétt að losa hann af því að þeir vilja meira, dýrara og lengra skiluru en hann er frábært fitt fyrir fallbaráttuleið skiluru. Eða ekki það? Já, mér finnst það bara geggjaður budgetlega sér. Bara frábær leikmaður fyrir budgetlega. Þú ert í 7. sæti, Bóbó, þú ætlar að reyna að vinna Grindavík eða Tindastól, þá ert þú bara ekkert í einhverjum budgetpælingum. Það er engin ódýr útlendingur í lengur, við skulum hafa það á hreinu. Jú. Nei. Jú. Nei. Hvað er ódýrt? Ódýrt, undir 4.500. Er það ódýrt? Já. Já, þá eru allir ódýrir. Nei. Jú. Nei! Ódýrt er undir 3.7. Sko, það vita allir að Falko sænaði ekki 2 ára rusldíl. 3.7 er nú ekki að finna svo ketti, sko. Hérna, Klónaris er á samning 2, það þurfti að kaupa hann. Mango Chutney er ágætið stórkalla prófíl, hann er ekki ódýr. Við veitum að stóri bossmenn eru dýrir. Já, þeir eru dýrir. Mate Kavas er að koma hérna líka á ár 2. Þetta eru 4 dýrir útlendingar. Sem að spilaði valla neitt í fyrra í hérna Rúmeníu. Nei, hvar var hann að... Peningadeildin í Rúmeníu. Já. Ég get bara lofað þér að þessi 4 útlendingar, hafa aldrei verið með dýrar liðan í ár. Það er alltaf þannig. Álftanes hefur aldrei verið með dýrar liðin í ár. Það er engin budget. Ármann hefur aldrei verið með jafn dýrt og í ár. Það er alltaf þannig. En þetta er ekki til að skamma sig fyrir. Við erum bara með mér bara í vera moneyball lið. Við sænum alltaf góð. Þetta er ekkert moneyball lið. Þú með 4 prúfen útlendinga. Já, sem enginn vildi. Það vildi enginn Klónaras. Við vorum ekki keppni við Álftanes. Jú, það er ránt. Nei, við höfum ekki fjárhagslega burði því miður. Nei, nú ert að ljúga. Nei, ég veit það ekki. Það er eitthvað líga þáttur. Nei, hvað verður? Ég veit það ekki. En ég er samt sammála Matti í því að þetta er ekki eitthvað moneyballið lengur, sko. Eða þú ert með Falko sem er, bara hann hlýtur á rándýr. Hann verður bara skrítið. Þið sæn líka Kristján Fannar. Tómas Orri er að fá eitthvað þarna. Þú veist, sem er bara, Bjöggi er að fá eitthvað þarna. Hákon er á samning. Þeir eru með 4, þú veist, medium plus class útlendinga og Falko þar fyrir ofan. Ég meina, þetta er ekkert eitthvað, mér finnst þetta ekkert verið eitthvað svona til þess að skamma sín fyrir. Ég skil ekki á hverju lið mæti ekki bara með kassan út, já, við erum bara að eyða svolítið mikið í þetta, enda erum við í fucking playoffs og við ætlum að gera eitthvað þar. Ég er sammála. Eina sem ég er að tala um er, þegar IR var í 9. og 10. sæti, eða þeir eru fjöllum, það var aldrei talað um eitthvað, þeir eru að gera vel með að við, af því að þeir eru ekki með gott budget. Af því við höfum alltaf verið með low budget lið. Það var víst talað um það. Nei, það var aldrei verið talað um það. Okay. Núna erum við í playoff-sæti, við erum með ódýrasta liðið í topp 10. Skilur við erum bara að gera vel að sækja leik. Ég held að Njarðvík sé nú ódýrari. Hæ? Ég set nú Njarðvík svona við hliðina á ykkur. Með Mario Matasovit sem Íslending og 4 útlending ofan á hann. Nei. Mögulega svona svipað. Nei. Já. Aldrei. Hvað heldur þú að Snjólfur, Brynjar Kári, Guðmundur og þessi gæja séu bara frá sama siður og Kristján Fannar, Bjöggi, Tommi og bara fullt af Það gaur. upp í Þú veist, 200 og 300.000 kallandi þeir telja alveg, sko. Er það? 3 svoleiðis er alveg einn, Lothier, sko. Já, nefnilega, 3 Bjöggar. Já. Nei, svo Lothier er, þú veist, dýrasti leikmaðurinn í Njarðvík er örugglega dýrari en dýrasti leikmaðurinn í er. En ég held að heilt yfir sé þetta voða svipað. Það held ég ekki. Þú veist. Já, anyway, förum nú úr þessari fallbaráttu loksins. Þetta er 40 mínútur, förum á næsta skjal, Einars. Sko, ég var búinn að stilla upp heima hjá mér, bara playoffs. Og ég var eiginlega, eins og ég sendi á þig, Bóbó, ég var eiginlega bara alveg klár á því að þetta yrði Grindavík Njarðvík og svo yrði þetta Tindastóll IR. Þú varst sammála mér í því. Já. En sko, svo fór ég aðeins að skoða þetta og ef að Rúnar Ingi vinnur Þorlákshöfn og Keflavík heima, svona tveir svona, þú veist, leiki sem að þeir gæta alveg unnið það ekki. Já. Þá fara þér upp fyrir ykkur ef þið tapir fyrir... Við eigum líka 2 leiki sem við gætum unnið. Ég veit það, en þú veist, það sem að ég var að spá er, vil ég
er ekki bara að fá Grindavík frekar eða? En Ég veit það ekki. Tindastól? Já. Nei, ég myndi alltaf vilja Tindastól frekar en Grindavík sko. Eða? Já, Á hverju? þú veist, þau bara líta verður út og þú veist, ég meina mér finnst bara Tindastól ekki eins og vera djúpir lengur sko. Ég held bara að Ég held að Grindavík höndla ekki Breiðholt hérna. Nei, ég held að það sé þannig, sko, en Já, ok, það geta alveg verið en mér finnst bara upp á spilamennsku og ég væri frekar hræddu við Grindavík en Tindastól. Já. Ég er sammála Er því. þið hræddu við Daniel Dorleng bara í nei. í gallanum og Nei, en ég er einhvern veginn bara svona, nei, mögulega er ég að gera of mikið úr því að einhvern veginn ég sé fyrir mig Kane og Sembul og Pargo gjörsamlega missa hausinn þegar að Bjöggi dundrar í bakið á þeim í þriðja sinn og Bobo og félagar henda ruslatunum í það, sko. Já, það er Ég sé einhvern veginn svona veiki fyrir mér, sko. Það er alveg einhver faktor. Það verður erfitt fyrir Kane að fara í gegnum seríu. Já. Já. Ég meina, hann Á móti hefur ekki Breiðholtinu. höndlað heilan fucking leik Nei, á móti IR. Nei. nema senast reik, það var hann helviti góður. Já, ég held Það var ekki Breiðholti. Nei. Já, er ekki saman, finnst ykkur Tindastóll skeri lið? Nei, mér finnst þér ekkert Mér finnst það eitthvað bara ekki. skerið, þeir eru bara svona all-segir playoff. KR myndi vinna gaurar, skilurðu. Tindastóll og Basíl búinn að vera ekkert eðlilega Já, góður hann er bara undanfarið, mjög góður undanfarið og Badmus líka. Já. En Ég ætla samt bara að vera bara hreinskilni. Ég held að því miður þá munu IR-ingar hetjulega tapa báðum þessum seríum, sko. Já, já, svo sem, en IR getur samt alveg unnið Val til dæmis, sko. Já, það bara getur ekki, það scenaríu getur Nei, hann er að tala um senasta Nei, leikin ég er að í... tala um- Já. Þú veist, ég er að tala um Já. Og En þú veist, það það er endar. sama hvernig þessi leikir fara, skilurðu, þá er, þú veist, IR er alltaf að fara að fá, En ef að... Stjarnan gæti komist þarna upp, Já, skilurðu. í er Stjarnan. Já, það var náttúrulega draumascenaríuð eins og mitt, sko. alltaf, einhvern veginn. Já, Eins og alltaf. já. Er það ekki... Stjarnan bara töpuðu þarna í síðustu umferð og eru svona líklegri í þriðja sæti, sko. Já. En Tindastóll á KR eftir, sko, þeir geta alveg mistið í sig þar, sko. Haldið þið lið séu mikið að spá í því hvernig þeir fái playoffs Já. á þessum Já. tímapunkti? Ég meina, er ekki Bosse alveg líklegur? Þú veist, ég held að Grindvíkingar bara mæta og bara vinna sína leiki og svo bara, Já, þú veist, þeir- pæla þeir í því hvernig þeir fá Já. þegar það að því kemur, Ég held skilur, það og líka. Tindastóll líka. En þú veist, ég sé fyrir mér samt einhvern veginn Bosse einhvern veginn heima hjá sér Já, hann er að vera aðeins að plotta, sko. Já, já. Hvern heldur hann myndi velja? Ég myndi Ég held giska að hann Stjörnuna. vilja ekki Tindastól. Ég held að hann vilji Stjörnuna. Nei, ég held að hann vilji Grindavík, sko. Það er það sem ég er að rýna í, sko. Ég held að Stjarnan eru með of mikið einhvern veginn, power og aggression, hræðist svíkið. Ég held að hann sé svolítið að horfa í grindi á hana. En, Já, hvað það? Mér finnst bara eitthvað svo ótrúlegt að skoða þetta playoffs og allt í einu er þetta Njarðvíkurlið bara eitthvað svona 7-8. Já, þeir voru eiginlega fallnir á tímabili. Hvað eru þeir mættir í playoffs allt í einu? Unreal, sorry þessi horfaði. Það gerir mikið að vinna 2 leiki. Það er ótrúlegt. Er þetta ekki bara eitthvað lélegasta áttundasætislið sem við munum eftir eða? já, sko, nei, en Mjög oft hefur áttundasætið verið earned. Skiljið. þeir eru samt, Það er ekki langt sinn að þú varst bara sagðir að tímabili á Milka væri bara búið út af meiðslum. Svo hann bara búinn að vera ekkert eðlilega góður. Ég held að hann væri off fram að landsleikilið en svo hann var hann að haltur í 2 leikir endar. Er það? Já, hann var á minute restrictions 2 Já, leiki. ég er sammála. En er hann ekki bara hetja? Er hann ekki bara, herðu, reymaði skóna fastar og frábæri síðasta leik? Samt, sko, ástæðan fyrir að Njarðvík á alltaf séns er bara, þeir eru með það mikið sóknar power, sko. Þú veist, Já. Dwayne Lautier setur alltaf fyrir 25 stig. En svo- Sama hvernig hann fer að því. Svo er líka bara Veigar í síðustu 2 Veigar leikjum bara er búinn að vera að geggjaður, spila já. bara eins og Landsliðsmaður? Já, hann er bara að spila eins og fáránlega. landsliðsmaður sem fær spila, fattur Já, svo er þessi Svennanna sem að getur skotið, skilu, þú veist. Þetta er alveg fínt lið, þó að bekkurinn sé lélugur. Þetta er góðir 5, fattur Já, en svo, þú nefnir alltaf bara Snjólf, sko. En þú veist, það er samt alveg Milka, þú veist. Snjólfur var í byrjun. Já, en um leið og Milka var á minute restrictions og spilaði þarna 2 leiki í korter. Ég meina, þá var Snjólfur í Já, 2 leikjum í 30 mínútum og Brynjar Kári í 20 mínútum og báðir stóðu sig mjög vel. En það dugði samt ekki til sigurs þó að Veigar og Lótir hafi átt glimrandi leiki. En okkur ætti að segja til lélegast áttasæti sögunar. Er það út af því að, þú veist, Álftanes í 9. eða er það raunverulega því
Þér finnst þetta að vera lélegast Ég bara man ekki eftir því að eitthvað lið var eitthvað að koma í 8. sæti sem að vann ekki leiki 2 fucking mánuði. Svo vinnur við 2 leiki og allt einu stundum bara, ég mættir í playoffs, bara, hvað allir hinir að gera? Tapa fyrir öllum allstaðar. Já, sko, ég meina, það hefur auðvitað bara verið svíkt fáiði, sko. Þú veist, hvað meinar þú veist alveg hvernig þetta hefur verið. Það er bara, öll geta unni alla. Ég meina, það hefur aldrei verið eins mikil peningur í spilinu á í dag. Í Álftanesi. Og bara í deildinni, yfir höfuð. Og hérna, þú veist, Getur samt ekkert eitthvað allir unnið og allar. bara verið erfitt tímabil í okkur, skilur, bara Haukur meiddur og eitthvað. Haukur er ekkert búinn að vera meiddur. Já, hann er búinn að vera meiddur núna. Já. Hérna, sko, segjum að allt fari bara svona eins og það er líklegast að það fari. Það verði ekkert einhver major upset í þessum síðustu 2 leikjum. Okay. Þá er líklegast að við fáum Grindavík, Njarðvík og IR Tindastól. Fáum Stjörnuna, Keflavík og Val KR. Okay. En getur ekki IR farið upp í 7. Nei, Er Valur KR, það er bara garantíð, ekki? jú, eiginlega, bara Það er bara spurning spurning hvor megin á það. Þannig að hérna, það sem ég ætla að spyrja ykkur að er, sko, ef við förum í, En ef Keflavík tapar báðum leikjunum, Já. IR vinnur báða leikina, IR á innbyrðis á Keflavík. já, en ég var að segja, þú veist, ef allt fer bara svona nokkurt veginn Já. eftir bókinni, bókinni, skilur, já. þið vinnið kannski bara annan og Keflavík vinnur annan, skilur, eða eitthvað. Þannig að þú veist, það sem ég ætlaði samt að spyrja ykkur er fyrir hvaða lið af þessum topp 4, annars vegar, fyrsta spurning er, sko, hvað af þessum liðum er líklegast til að svona slippa á bananahýði og detta út í 8 liða og það verði eitthvað major upset? Byrjum bara á þeirri spurningu. Og þú veist, getur einhver af þeim, Á topp 4. já, þú veist, þessi Valur KR-seri, ég ætla að taka hana til hliðar, er það ekki bara 50-50? Valur er í 4. Já, Ég meina, þeir geta náttúrulega alltaf slippað eftir. Það Já. er 50-50 sér. ok, en af hinum þremur, það líður mér eins og að sé gæðamunu bara út frá sigurum í vetur. Mér finnst það að vera Tindastól. Er líklegast að þeir slippi? Já, af þessum 3, já. Já, Ég held að Grindavík og Stjarnan fari bara í gegnum sitt. já, ég held það líka. Ég held líka, já, ef það IR fær Tindastól, Borsi á móti Arnar, Svæði. skilur, Arnar hefur aldrei farið í gegnum Borsi í playoffs. Var það ekki bara 1 einvígi Já, sem að menn þreytast ekki að tala um 10 árum setna? já. Er það ekki Það var gott einvígi. eina einvígi sem að IR hafa unnið bara frá því Ryan Taylor var? Við hefum ekki farið í playoffs síðan. Var þetta ekki bara Daði Berg, Brandon Rosell? Jú. Þarna, já. Já, já. En svo við komst í playoffs árið eftir, þá kom COVID, svo kom Já. fallið Er ekki svolítið komið tími á það að IR geri eitthvað núna í playoffs? Með þetta miljardalið? Hvað heldur þessi budgetlega munur á IR Tindastól? Ég held að séu svipaðir. Já. Nei, ég hérna, en fyrir hvað af þessum liðum væri þetta svona, þú veist, mesti skellurinn, þú veist, hvar væri ef þú tekur bara Grindavík, Tindastól, Stjarnan, tökum bara Val KR bara bæði, tökum bara þessi 5 lið, hvar væri mesta bara krísan og bara einn leiðilegur langur fundur ef þeir myndu taka 3-2 tap í 8 úrslitum? Stjarnan. Ég held að Grindavík væri alvöru meltdown þar ef að... Ef að Njarðvíkingar Já, já. slóða út í Já. playoffs. Já, ok, já. Það fer líka svolítið eftir mótherja, sko. Já. Það tapa fyrir Njarðvík í 8. sæti eru þetta alvöru högg, sko. Hefur einhvern tímann 8. sæti slegið út 1. sæti? Já, örugglega, ég er svo lélegur historically, en það sem að, sko, ég væri það samt ekki ennþá meira á króknum ef þeir myndu tapa fyrir 7. Það er alltaf eitthvað panik, þú veist, jú, en það er bara líka hvernig einhvern veginn samfélagi og allt þar er, sko. Þú veist, það er alltaf panik þar. Vont tap í 16. Já, já. úrslitum NBL-deildarinnar. Já. Vont fjara... Sjapaslausum Já, ríkjamönnum. nákvæmlega. Og vont líka hérna hvernig þið fóruð úr bikarnum. Já, það var vont, já. Ráku Benna, þú veist, í 8 leikja tapi fyrra, þannig að þú veist, ef við tapa núna í 8 Já, leikja. það er málið. Þú ert búinn að reka Benna fyrir að tapa í 8 leiki fyrra. Já, Þá ertu í rauninni að segja titill Eða eða þú ert best. farinn. Sko. Já. Já. akkurat. Þannig að náttúrulega það er búið að setja barið, sko, en hérna, þú veist, það er bara vonbrigði fyrir, ég meina, Stjarnan. Það væri alvöru
Skellur fyrir þá. Já, þeir eru alveg búin að tjálta til ágætt liði, sko. Þó að Orri sé búin að meiðast. Ég meina, Já. Vinna ekki bikarinn. Ég nei, held að KR fá alltaf pass, af því að þeir einhvern veginn, þú veist, unnu bikarinn og svo fá þeir Val og þú veist, þeir tapa, skilur þeir bara svona allt í lagi, höldum bara frá að byggja á þessu einhvern veginn en að semja við einn Letta í viðbót. Vera bara með Letta og Tóta á næsta ári. Svo ferðu í sko Val og það er einhvern veginn bara svona, ég veit ekki hvernig völsurum bara svona, hvernig fara Valur inn í þetta playoffs? bara, fyrir mér er það bara dæmi búið, sko. Það er rosalega skrítin stemning þarna. Nei, þú veist, stóra prófi fannst mér senasta leikur um Njarðvík. Þetta var svona típisku leikur. Þeir eru búin að vera róli, það er allir farnir að tala um það aftur, bara heyrðu, já, Valur og dætt í gangur eftir playoffs. Þeir eru svo mæta bara til Njarðvíkur og drulla með 40. Já. Og það er allir núna bara eitthvað, heyrðu, já, þú erum bara að gleyma það, þeir geti ekki raskat. Já, en sko, er ekki stóru prófið meira bara playoffs á það? Ég meina, svo er típist Þeir eru ekki að fara að gera neitt í playoffs. Tapaði fyrir KR bara. 100%. Þeir eru búin að vinna Það er tvisvar í ekki. vetur. Ég held að þeir tapi fyrir KR. Já, ég held En þeir gera allavega ekki til En playoffs. fara þeir pressulausir inn í playoffs eða? Ég meina, Já, mér finnst það. Þeir eru með hana Lazar Já. og Igor. Það er nú ekki verið að ná í serbneskan yngri landsliðsmann og georgískan landsliðsmann, skilur. Það er bara verið að ná í einhverja bekkjamenn, skilur. Gauður sem voru hérna. Já, Það ekki var Lazar endar, en skilur, hann er... En Woods og Callum, þeir kosta. Kári já, Kristó, Hjálmar Búkar. Já, ég Það er meina, ekkert eitthvað svona, það er ekkert Það var búið að vanta Búker senstu 2 leiki, sko. Já, Hann er stór já. faktor þarna, sko. Já, En vissulega. fara Valsarar bara, já, þú veist, erum við bara þar að þeir bara, Finnur er búinn að væntingastýra ykkur alveg bara þangað að það valsliðið er þannig mannað í dag að early exit í 8 úrslitum, það er bara orðið Nei, samþykkt. ég held að þeir fari í gegnum 8 úrslitin. Ég er að tala um það, sko. ég held þeir vinna ekki. Njarðvík En er eitthvað ýtti á one-time leik. Er eitthvað vesen ef þeir tapa? Eða er það bara, höldum áfram og höfum gaman að þessu? Nei, ég meina, nei, ég held að þetta, ég veit ekki hvort að sé hægt að kalla þetta dynasty eða eitthvað, en ég get alveg séð þetta brjótast svolítið upp þetta tímabil. Ef þeir dett út í 8 liða. Eins og í fótbolta. Já, ég meina, þið sjáu bara, haldið að Kári og Kristó séu ánægði með hvernig, og bara með þess að Finnur, hvernig þetta hefur, eða þú veist, nú ætla ég ekki að fara að setja út á einhverja ákvarðanir hjá Val, skilur, þeir gera þetta bara sem þeir vilja. En ég meina, þú veist, ég held að þeir hafa alveg viljað sjá eitthvað annað en, þú veist, Ígor á, þú veist, 100-árskallinum, skilur. Ígor Maric er svona 7. maður, sko. Hann er jafn stórt púsl í Já, liðinu hjá Lazar þeim er og líka ekkert þú veist, Ígor Maric þeir halda Griffin þarna í fucking 4 mánuði, ég ætla að skilur. segja, Ígor Maric er bara svona svipa stórt púsl og Bjöggi Ír eða Hilmir Arnars hjá ykkur. Þetta er ok, 7. ok. maður, fattur þau. Þeir peka hann bara upp til að vera eins fleiri. Þetta er Kári landsliðsmaður, Kristófer og Búker eru, þú veist, Kristófer væri undir venjulegum kringumstæðum landsliðsmaður, Búker er svona alltaf í hérna, já, frins landsliðsmaður. Og Hjálmar, þú veist, það er ekkert langt síðan að hann var landsliðsmaður. Nei. Það er ekkert mörg lið með betri 4 Íslendinga en þessi 4. Þú bætir 3 útlendingum á, þetta komið 7 manna lið. Já. Þetta er ekkert eitthvað budgetlið, sko. Ég held bara að þetta springi upp ef að þjálfarinn hættir. En ef hann heldur áfram, þá heldur það bara... Já, það geta alveg verið, en ég bara sé þetta lið ekki gera neitt í úrslitakefni. Nei. Það er bara, þú veist. Svo koma þær alltaf á óvart. Já, það er Finnur sem allt 100% vinnur eitthvað eftir búin að segja að þetta, nóði í eitthvað. Það er bara að vinna ekki titilin, en þú veist, já, það er allavega svona, já, mér veist það. Ég held að bara mun ekki gera neitt. Ok. Heyrðu, hendum okkur þá bara í... Hérna, Stjarnan Kef, ef við ræðum það bara stutt, þú veist, hvað... Seríuna? Já, ef að Remir er með og keyrir, sko, vil ég gíska hvað Stjarnan, kannski vitið það, en vil ég gíska hvað við vorum marg að tapa á bolta á mútið Grindavík? 58. 26. Já, 26, já. Það er með 26 tapa á bolta, Jannis með 3 stig, Ægir ekki góður. Sér hvað ég held að þessi þreytt að vera með þessum Giannis í liðum. Fuck. Hann var með 7 á þessum 26 töpuðu, sko. Já. Þannig að þeir koma kannski inn á einhverju smá svona, þú veist, af því að þeir hafa verið svolítið uppi núna upp á síkastir, sko. Já, en þeir samt voru, þú veist, að spila á móti deildarmeisturunum og Kane gýraði þessi heldur betur í gang og eitthvað svona. Já.
og þú veist, þeir eiga núna 2 leiki þar sem að þeir geta keyrt sig aftur í gang fyrir playoffs, Já, sko. ég hef svo sem engar áhyggjur af þeim þannig, en þú veist, þeir eru núna orðnir alveg litlir og þú veist, þeir fá Grindavík taka 22 sóknarfrákast í Gæti síðasta leik Settle Day miðað við screenshotin sem allir á Íslandi eru búin að sjá gæti það farið í hausinn á honum eins og Nei, hann veit eins ekki og eins og af þessu, eins og Grikkjanum sem var í Tindastóli fyrra. Nei, hann veit ekki eins og Ég held ekki. Nei, Hann veit það eftir þennan þátt. Er hann að hlusta það? Já, hann Sér mango chutney-bólin. Já, hann er að hlusta. Eins og, já, þegar hvern rakst aftur sem var að hlusta. Mjög marga. Já, hvort það verið Brandon Afritt eða eitthvað, ég manna ekki. En það var allavega Var líka reygin. einhvern búið að reygin. Þú ert búinn að tala illa Settle Day í þessu þetta. Settle Day. Það var alltaf, einu sem bakkaði hann upp á sín tíma var ég og þú bara, þú veist, ekki sjöns, verður að senda hann heim. Hvernig var hann í þessum Grindavíkuleik? Hann var góð. Já, með 25 stig og 12 frákast eða eitthvað. Já. Erum við bara að horfa í tölfræði? Nei, hann var satt góð, hann er David alltaf... Okeke er alltaf með 20-10, Nei, sko. hann skilar alltaf framlagi, Já, hvernig fannst hann í leikjum sem skipti máli í byggarnum, undanúrslitum og úrslitum? Var hann ekki samt svona Mér finnst það bara- lífsmarkið ára? Mér finnst Hann það er bara alltaf með lífsmark. Ég er bara að tala um hvort hann sé nógu góður í körfubolta, sko. Það er svo 2 gaurar sem skila alltaf í stjórnulið, það er Luka Kasic og Seth, finnst mér. Ekki ægir, eða? Nei, hann er bara búin að vera lélegur senstu fimmleiki. Já, ok. Skoða það bara. Var hann lélegur þegar þeir unnu með 70 stigum mótið Þólasöfn? Hver var ekki góð, þú veist, auðvitað var hann bara fýtt þá. Ég meina, Ég skil ekki, hvað erum við að tala um með Settle Day? Settle Day er bara mjög góður í körfubolta. En ég held hann Þið fannst það ekki fyrir nokkrum mánuði síðan. Ég held hann sé ekkert nóg góður til þess að, þú veist, það bara sannaði bara sig í byggarnum. Hann bara lenti þarna á mótið þessum lettum, sem voru bara stórir og stóðu með eitthvað hálfkort gameplan og hann var bara eitthvað þarna vælandi og skælandi í dómurum og það var öllu. svo sem bara eins og allir í all liði, ég meina, Já, ég er mjög spenntur að sjá Settle Day í playoffs. ég er mjög spenntur líka að sjá Ok. Giannis Agaravanis í playoffs, af því að það virðist sem svo að spennan, hann get ekki haldið utan um þetta. Þú veist, bara svona, og þegar það komi á þennan hluta tímabilsins og svona, þú veist, spennan er farin að magnast og það er einhverja kröfur og Og má berja aðeins á þeir já, og... þá, það bara eins og hann bara höndlit ekki, sko. Hannes fór í 8 leiki fyrra, sko. Já, Það var bara mjög stór faktor í því að Tindastóll komst svona langt. já ég veit það, en Plús hann ertu var að bara hugga- sjá hann núna, hann var með 3 stig á móti Ég Grindavík, hef engar áhyggjur af mínum manni þeim Nei, hataða ok. Giannis Agaravanis í playoffs. Já, auðvitað Það er svona gæði sem að þið gæti notað í Álftanes. Rífandi kjaft við allt og alla, alltaf líka þegar illa gengur. Verður aldrei lítill í sér einhvern veginn. Hann var nú lítið Jú, þarna á hann móti er Grindavík, alveg- sko, satt í fílu, þótt þeir voru að vinna. Já, hann var í fílu, sko. Já, hann var, Hann verður aldrei lítill í sér, ég meina, já, einmitt, sást hann í þessu Grindavíkuleika. ég held hann komi bara, hann átti lélanleik. Já, Hann ætlaði að vera harður. Ég Eins meina og þegar þeir unnu hérna Grindavík síðast og hann var hann að rífa kjaft við já, Kane allan já, tíman og láta alla heyra Sjá það. pass. En það er bara svo Eftir erfitt leik. þegar að boltinn fyrir ekki Já, onni. Það er svo erfitt að rífa Þá er kjaft. erfitt að rífa kjaft. En Hann gerir það samt alveg. hann kemur alveg til með að leysa samt bara annað hlutverk, húst. Hann þarf að vera fjarki núna meira og húst, Luka þarf að leysa fjarkan og út af þessu dæmi með Orra. Já. Það er bara spurning hver grípur það, hvort það, En til þess að fara í Stjarnan Keflavík potential seríu, já, Remi Martin með eða ekki, náttúrulega martröð fyrir Remi Martin að koma svona Já. hálfmeitið tilbaka og fá stjörnuna í andlitið, já. sko. En ef hann klárar þess að næstu 2 leiki, húst, hann var með á móti KR, Já, en hann var klárlega ekki í formi af því að hann var drullu góður í byrjun, svo gat hann eiginlega svona, gat lítið restina af leiknum. já. En hérna, það sem hefur Keflavík, þeir eru bara svo ógeðslega lélegir í vörð, sko. Keflavík bara ógeðslega skrítið lið. Ég fór þarna á KR Keflavík leikinn og þeir einhvern veginn svona tóku svona hótun þarna í restina og eitthvað svona. Já, Dugði það ekki var til. svo alveg sæmilega hótun, sko. Hvað sér? Það var alveg sæmilega hótun. Já, ég veit það, en þeir voru ógeðslega lélegir allan leikinn. Já, já, já. Fyrir utan bara byrjunin á leiknum, þá voru þeir bara, KR voru alveg með leikinn. Svo setur Remi Martin einhverja nokkra þrista þarna. Já, ég veit það. Þeir Og- voru alveg komnir 15 yfir hann Já. eitthvað. En hvað, er einn góður varnarmaður í hérna Keflavík? Hilmar Pétursson. Þú veist, þeir eru ekki með neitt svona íþróttamann eða eitthvað eins og KJ var settur á Remi. Já, Þú veist, hreyfanlegur, geðveikur íþróttamaður. það var Moss. Já, Þannig að það var voru Mossar. með hann. Já, þeir voru með hann, en hann er farinn. Þannig að núna varnarlega, það Það var Jakab Brodnik ekki með í þessum leik og hann var ekki eins og bekknum hjá þeim. Þú veit það? Nei. Það er að berja Keeson Woods eða? Ég hef verið heyrt eitthvað. Er hann hættur? Nei, Var hann ekki bara að hvíla fyrir Kísjum útsleikin?
En hann ætti að vera á bekknu samt. Já, hann hefur þá bara ég veit örugglega ekki, verið lasinn hann heima hlýtur að eða bara erlendis. Verið veikur. Eða hættur. Já, eða hættur. Já. Hérna, ég held að það er sama hvaða lið Keflavík fara í playoffs á þessum top 3, þeir eru bara ekki að fara að gera neitt, sko. Nei. Þeir þurfa einhvern veginn svo er einhvern veginn Mirim Martin, sko, hann er svo góður, en hann er eitthvað svo, það er eitthvað ekki ennþá í lagi, sko. Nei, finnst ykkur hann líka ekki svona the odd one out í þessum hóp, eða? Jú, svo er það hitt, sko. Hann er bara eitthvað svona, þarna og það er enginn að pæla í honum og ég svona fæði á tilfinningur að hann sé ekkert rosalega vel liðinn þarna, sko. Mér var svo gaman að sjá Mirza Bulic live. Það er alveg greinilegt að hann er ekki vinsæll í þessu liði. Er það? Já, ég fekk alveg Norberta Skíka vibes. Það var einhvern tíma sem að Halldór Garðar dræfaði, Bulic þarna rúlaði með honum og Halldór Garðar hérna Hann fleigi svolítið höndum og svona. Fékk hérna villuna eða eitthvað. Og Mirza svoleiðis alveg sko 2 possession síðar var ennþá bara You have to pass the ball, you have to run the pass the ball. Og Halldór Garðar bara svona labbaði burti til Óla eða eitthvað, bara svona ég náði ekki alveg að lesa á vörunum hans en mér sýndist hann segja ég get ekki þennan gaur. Ég veit ekki hvaða tilfinningu ég fekk sko þegar ég sá hann live. Hann svona, þá var hann eitthvað að reyna að peppa og samt og eitthvað svona. Hann er augljóslega ekki kóngurinn í þessum hóp sko, en þú veist, ég veit ekki, hann er ekki... Hver er kóngurinn í þessum hóp? Meiddur Remi eða? Hann er náttúrulega kóngurinn þegar hann er inn á. Nei, er það ekki Egor? Já, það er Egor. Já, Og hann er líka fucking góður. Mér finnst, þeir eru svo kortir í að vera góður sko, Já. en eru samt einhvern veginn svo glataðir sko. En ef þeir hefðu bara haldið Morsell og látið Egor vera bara gaurinn. Mér finnst líka bara svona, með Hilmar Péturs líka, bara svona súmerar þetta svo mikið upp fyrir mig. Mér finnst hann, stundum gera hann 2 hreyfingar sem er bara eitthvað svona, ok, þetta er bara eitt besti íslenski bakvörður deildarinnar, ok, eitt besti íslensktingur deildarinnar, skilurðu. Og svo líður kannski bara eitthvað korter af bara venjulegum leiktíma og maður bara eitthvað svona, hvað er Hilmar Pétursson? Hann er ekki búinn að... Það eru svo margir þarna sem að þurfa að gera eitthvað, vera með boltan. Já, en hann er líka að dræfa stundum inn og einhvern veginn bara svona losa hann aðeins og seint einhvern veginn og bara svona... Já, hann á það til að týnast sko, en keyrir á menn bara, keyrir inn í þá einhvern veginn, skilurðu. Já. Já, það er svo margt sem að þarf einhvern veginn að smetla hjá Keflavík og þá geta þeir unnið einhverju seríu. Já. En það er bara svona í dag allt of mikið. Það er líka bara verið svo erfitt fyrir Rými Martin að fara inn í play-offs og það er bara verið að fara að hakka þig. Þá verður honum bara illt. Já, ætla að fá ekki hné í læri frá Jannis og þú veist, allt þetta sko. En hendum okkur í hérna umferðina sem er framundan áður en að allir þurfa að koma sér á sína staði og byrja að fylgjast með Braga Ferencváros klukkan 3:30 í hérna Evrópudeildinni í fótbolta, þar sem að ungverska liðið er að skrifa söguna. Já, ok. Já, tjáðið. Hendum okkur í næstu blaðsíðu hennar. Einar, hendum okkur í næstu blaðsíðu. Herðu, hér erum við með seðilinn þinn, Bóbó. Nei, þetta er Gunnar Bjartur. Gunnar Bjartur. Ég tók additional spreadið á Ármann plus 11,5. Já, mér líkar það. Plus 11,5 Ármann. Já, og svo tók ég yfir 88,5 Valur stig á móti Keflavík. Já, mér líst ekkert á það. Nei. Og svo Njarðvík á móti sem bara straight win á móti Þorlákshöfn. Já. Sko, útskýrðu þetta yfir 88,5 stig Valur. Sko, ég rýndaði þess í senstu leiki Keflavíkur. Svo hef ég líka bara hort á þessa leiki. Já. Vist, það hafa eiginlega öll lið tekist að skora yfir 90 stig á þá. Já. Þeir eru mjög lélegir í vörn. Ég held bara að ég sé það lélegir í vörn að Valur mun skora yfir 88,5. En hvað eru Valur samt að skora? Bara svona, eru þeir eitthvað mikið að skora yfir 90? Þeir hafa samt alveg verið að fara yfir 90 núna undanfari sko. Ok. Og svo held ég bara að Njarðvík vinni Þór sko. Já. Ef Njarðvík vinnur Þór, þá Þór fallnir. Já. Shit. Já, þetta verður rosalegu leikur. Já, miðað við sko hvernig þetta Þórsliði leit út á móti Ármanni á heimavelli sem að var einhvers konar bara svona, var viðtal við Lalladaginn áður á Vísi, bara eitthvað svona, þetta er bara leikurinn. Stærsti leikurinn bara fyrir utan þegar við erum Íslandsmeistarar og eitthvað. Þeir voru svo klaufalegir, þú veist, leikurinn var kominn sko. Sko þeir,
í höfn, sko. Þeir voru samt svo einhvern veginn, þú veist, þú sensaðir ekki á þeim að þetta væri upp á líf og dauða, sko. Nei, og þeir þurfa að fá framlag frá einhverjum íslensku leikmann í þessu leik. Þú veist, það verður að vera Emil Karel eða eitthvað, hann þarf að gefa eitt nýja í læri og... En vinna þeir ekki bara en leik, Þórsar? Dwayne er á einhverju bleiku skýi sem að ég held bara að muni skila þessu, sko. Og Veigar líka. En er ekki bara Lanaras að fara að læsa honum? Nei, á blokkinni. Ég er að djóka. Þeir eru mjög, eða kannski kanindekkan eða eitthvað, þeir eru svo einhvern veginn svona veikir í svona varnarstöðinni, sko, því að þú veist, ég skal alveg trúa því að Emil Karel og Dabbi Kongur vilji spila einhverja vörn, en bara þeir get ekki verið að dekka þessa þrista og tvista, sko. Nei. Ég veit það. Heyrðu, ok, erum við sammála þessu eða? Ég veit ekki alveg hvort ég er ekki seldur að þennan val yfir, sko. Hendum okkur á næsta. Þetta gefur tæplega 5 í stuðl. Svo erum við með hérna, ert þú stór á Epic Bet? Bobo, ertu a gambling man? Nei, ekkert eitthvað mikið, sko. Bara þegar þú kemur hingað? Jú, ég sit alveg á eitthvað, en bara... Ég er loyalty Ekki til að tala það því að ég tap alltaf. Já. En þú, Gunnar? Hvernig er búið að ganga á undanfarið? Búið að vera mikið af freak úrslitum í fyrstu deild og úrvalsdeild. Svolítið. Já, það má alveg segja að það hafi verið smá brekku undanfarið. Herru, áður en við ræðum þetta, Má alveg segja það. hverju vinna úrslitaleikin? Já, í fyrstu. Erum við höttur að fara að vinna með meira en eitthvað 10 eða eitthvað? Nei, Sindri vinnur og Magnús Stað að vera með stórleik. Já, Íringurinn Knái. Ég vil er hann góðum þar. Ég sko, þessi leikur er á höfn. Já. Það gefur alveg, ég meina þú hefur farið í þetta hús, sko. Þú veist, popliktinn og hérna... Alls konar lyktir sem þú finnur. Já, mitt og, þú veist, svolítið eins og fristikistan, þú veist, og svona. Þannig að ég held að það gefi home court advantage stórt í þessu. Já. En... Álftanes tapaði nú nokkrum úrslitaleikjum í fyrstdeildinni, hann það ekki? Já, sko, það var auðvitað þegar Sindri var að bjóða upp milljaralið þarna á sín tíma með Dietrich Browning og eitthvað. En já, það var mjög erfitt að spila þarna. Já. Það er alveg rétt, en hérna, ég held nú að við höfum unnið slatta leikjum þarna líka. En hérna, En hvað heldur þú? Hver heldur að vinni? ég held að höttur vinni en ekki með nógu miklu. Ég held að þetta verið höttur by 6-7. Ói, ég sagði þetta bara, þetta var alveg óvart, sko. Ói, bara. Þetta var svo mikið óvart, sko. Ég held að þetta verið höttur með svona 8 fyrir ekki þau. Býttu, þurfa þær að vinna með meiri 10? Ég er það ekki, ég var ekki eitthvað... Jú, eitthvað þannig. 10-11. Ok. Ég nenni ekki að En fletta því upp núna, hvernig sko. er þetta hattalið búið að tapa þessum tveimur leikjum? Höfðu fyrir Haugum síðast. Já, og KV. KV úti, þetta var Það var skellur. generational choke. Þessi 2 tapleikir, sko. Nei, Þannig var ykkar- Janinn bara með 0 stig Herru, og 1 Koljanin frákast. bara svona góður, en sá er verri en engin. Já, shit. þeir þurfa bara að vinna leikinn. Þeir Nei, eru jöfn á stigum núna. Nei. nei. Akkur körfu fréttir er að segja Erum mér við það. heimskir eða? Við þurfum nú að vera með þetta rétt. Körfu fréttir segja mér það. Jú, það er rétt. Já, það eru jöfn, eins og ég held. Þannig að það duga bara að vinna þennan leik. Þannig að þá, svo sem... Það er rétt. Það er svoleiðis, þetta er úrslita leikur bara. Já, þetta er hreinn úrslitaleikur. Viðar Hafstein. Ég er skítræddur að mínir menn tjóki á heimavelli á Höfn. Já. Ertu mikill Sindra maður? Já, ég hef, Þú ert styrktaraðili. ég hef tengingar þarna. Þú ert Riki styrktaraðili. Bíst okkar maður og Já. Skúli eigandi liðsins og Hversu mikið borgar fyrir þessu auðlýsingu? allt og mikið. Er það? Já, mikið á þennan ból. Nei, ég veit það ekki. Ég maður ekki, ég gef ekki upp svona. Nei. Það er gaman að geta hjálpað. Já. En já, ok, bara úrslitaleg, ég er skítræddur að Clayton Ladín og félagar tjóki á heimavelli, sko. Ég er nefnilega smá hræddur það líka. En Böski hefur bara verið svo lélur hjá Hetti, sko, að ég veit það ekki. Já, lappirnar á Clayton Ladín hafa aðeins verið að koma. Já, Spurning svona í hvort þær restina. haldi. Toppar í playoffs. Já. Svo er ég ansið hræddur að sko liðið sem að vinnur þetta ekki, Tjóki playoffs. að þá eru sko heikarnir eru að spila betur og betur núna og Svo er ekki mikið meira. hverjir? Já, Í bara playoffs sætunum, skilur. þetta Breiðablik Nei, er að glíma. blikarnir verða Breiðablik. segir þegar þeir eru heilir. Já, þeir eru að glíma við Blikar mikil. eru segir þegar allir eru heilir. Þeir voru að tapa á móti Hamar, sko. Já, þeir eru að glíma við mikil meðsli. Gleymist reyndar aldrei. Þeir eru að glíma við mikil meðsli, sko. Hvað hérna,
förum í næsta seðil, svo þú... Einar, næsta seðil. Sko, þetta minn seðil og ég búinn að vera lélegur að hitta á sigurvegara, þannig ég ætla að vera svolítið over-undersmaður í dag. Ég ætla að segja að Keflavík vinni þetta valslit á heimavelli. Já. En Emil Martin verður með og þeir knýja fram ljótan sigur. Já. Svo set ég sko að Ármann skori meira en 85 stigum móti Grindavík. Og Njarðvík mæta þarna red hot í 100-100 leik í höfnina og taka yfir 96 stig. Þetta gefur 5 í stuður. Já. Hvað tapast þessu? Sko skorar Ármann yfir 85. Já, þeir skora. Ég held að Valur sé alltaf að fara að vinna Keflavík. Þú heldur það? Já. Búker komin aftur. Búker er reynda kóngurinn en hérna yfir 96-5 verður þetta ekki greitt í, þú veist, þetta er mikilvægasti leikur á síðan hérna úrslitaleikurinn á sín tíma. Hvað skoruðu Ármann daginn í einhverjum risaleik hérna? Það var nú bara 87 eða eitthvað. 82-88. Já, þú veist, gæti... Það er samt bara eins og þið voruð að segja með Lotier og Sven og félagar. Þeir eru aðeins núna á... Það er sjálfstraust. Já, það er rétt. Og sko, þú mæti með sjálfstraust á móti þessu varnarliði. Ég held að þetta verði 98-101 eða eitthvað. Já, ok. Hendum okkur síðast seðilinn. Er það svo slæm með það? Nei, það er þú líka. Það er þú. Við vorum að skoða menn. Það vorum við búnir. Erum við þá ekki bara góður eða? Jú. Spenntir fyrir play-offs eða? Það er að mæta á völlin þó að þínu menn séu át eða? Já, ég er búinn að hugsa það. Ætli ég verð ekki að... Þú voru að velja í lið? Með einhverjum heldur. Þú hlýtur að halda smá með Klónaras. Já, það er alltaf minn maður. Ég held svolítið með honum. Ég get alveg hrifist að þessu í lið, sko. Borsi er líka svolítið minn maður. Svo náttúrulega ámaður, þú veist, ég er nú smá valsmaður. Út af? Kalli Sigur í val og svona. Af hverju spilar hann svona lítið í Fylki? Já, það er þetta frábær spurning og hérna... Því að hann sér alveg smá gólfið í val. Já, og miklu verri gaurar sem eru skrifaði lærra í Fylki. Ég skil þetta enga veginn, sko. Við þurfum mögulega að ræða þetta eftir þá. Er þetta eitthvað svona... Já, hann er sko ekki mætt á æfingar alltaf daga. Já, þetta er hannig. Guð minn góður. Einmitt þar sem ég hugsaði. Það er þannig að hann, þú veist, það er svona svolítið verið að gæta jafnræðis í Fylki. Allir, þeir sem mæta á æfingar, þeir fá að spila. Það virkaði vel unnustóra Akureyri en eru samt eiginlega fallnir. Já, og hérna, kannski að Mikki og Blikarnir felli á endanlega í næsta leik, sjáum til. En hérna, já. Það þarf Mikki að fara að vinna einhver bottlið. Já, ég hérna. Mikið verið það. Taka þeim ríku, gefa þeim fátæku. Valur, KR eða IR, ég verð að hugsa þetta. Hvað er það að halda með öllum þessum þremur liðum í Reykjavík? Nei, ég er að hugsa. Hatar þú landsbyggðina? Nei, ég er mikill landsbyggðarmaður. Ég er sjálfur á landsbyggðinni. Nú, hvaðan? Vopnafirði og Akureyri í rauninni líka. Hvað? Þú er eins og Sigurður Orri hérna. Ert frá öllum bæjarfélögum landsins. Það er reyndar, Sigurður Orri fekk landsbyggðin á sig hérna smá útúrdúr, sko. Já. En það var þannig að... Jú, komdu með það on air. Það var sér bolti á senasta laugardag, bara svona skemmtilegu bolti og hver trítlarinn hurðina? Sigurður Orri. Og svo eru byrjaðir að spila 5-5 og svona ef menn þekkja til Skarphéðins Freys Ingasonar, mögulega grófasti leikmaður í sögu íslensk körfubolta. Sá var leiðilegur maður. Nei, toppmaður, sant? Í körfubolta. Já, bara harður. Já. Spila einhvern tíma með KFB á móti. Hann bombar okkar mann, Sigur Orra. Hann fyrir út af middur. 9 eftir. Já. Þetta var bara staðan. Þannig að Skarpi, hann endaði pick-up fyrir... Já. Er hann búinn? Sorrans. Já. Hann er búinn. Og hvað, spiluðu þið þá 4-4 eða 3-3-3? Já, við spilum 4-4 bara. Weak. Já. Látum þetta vera að loka orðin hér á miðvikudegi úr Myntkaup Arena. Já. Áfram körfubolti. Já, áfram körfubolti. You lanes to huddle, your team shook, y'all feel the wrath of a... Cause this is my football field. Throwing passes from my shoulder pads apparel. But the QB don't stand for no quarterback. Every word is like a... Cause y'all all soft and I'm the black...